Komiði sæl. Þá erum við komin í annan kafla postulasögunnar og það er setning sem menn kannski segja oft þegar þeir eru að fjalla um einhver tiltekinn kafla í Biblíunni, en ég held að það megi segja að annar kafli postulasögunnar sé einn af mikilvægari köflum í Nýja testamentinu. Þetta er kaflinn þar sem er sagt frá því þegar að heilugum anda er úthellt og margir segja að þar hafi kirkjan í raun byrjað, það er sér fæðing kristinnar kirkju. Í fyrsta kafla þá talaði Jesús fyrirheit föðurins og Jesús sagði þeim að bíða í borginni þar til þeir myndu upplifa fyrirheit föðurins, og það er það sem gerist í öðrum kafla. Í öðrum kafla er heilugum anda úthellt og fyrirheit föðurins verður veruleiki og þeir íklæðast krafti frá hæðum eins og Jesús lofaði. Við tölum aðeins það síðast hvernig Lúkasarguðspjall og Postulasagan eru tengdar bækur. Og ef maður hugsar aðeins hvernig Lúkasarguðspjall byrjar, að þá er einmitt fjallað meira starf heilags anda í Lúkasarguðspjalli en kannski í hinum guðspjallunum. Í Lúkasarguðspjalli lesum við að þegar María fer að heimsækja Elísabetu frænku sína, að þegar María heilsar Elísabetu, að þá tekur barnið viðbragð í móðkviði og Elísabet fyllist heilugum anda. María fyllist heilugum anda í kjölfar lofsöngs Elísabetar og við lesum að þegar Sakaría skrifaði á spjald, nafn hans er Jóhannes, son sinn Jóhannes skírara, að þá fylltist hann heilugum anda eftir að hafa verið mállaus í langan tíma. Og það er svo áhugavert að þegar sagt frá því að einhver fyllist heilugum anda, að þá það ekki eitthvað sem einkennalaust. Það er ekki bara sagt þessi fylltist heilugum anda en enginn tók eftir því og ekki manneskjan sjálf. Það gerist alltaf það sama, eitthvað mjög svipað. Þegar Elísabet heyrir kveðju Maríu, þá sprettur fram af vörum hennar í rauninni eitthvað sem spámannlegt. Hún vissi ekki að María væri ólétt. Hún gat ekki vita hver Jesús var, en hún hrópar: blessuð ert þú og meðal kvenna og blessaður sé ávöxtur lífsins, eða ávöxtur kviðarins. Hún ávarpar barnið sem hún er með í móðurkviði. Og þegar María hefur heyrt þessa kveðju, þá fyllist hún heilugum anda og framsprettur einn frægasti kafli Biblíunnar sem oft lesinn jól, lofsöngur Maríu. Lofsöngur Maríu er lofgjörð til Guðs sem er eins og vefnaður eða veggteppi ofið úr biblíutilvísunum, biblíutilvitnunum og er lofgjörð hver Guð er og þakklæti til Guðs og þakkargjörð. Og svo þegar við lesum síðar að þegar Sakaría, eftir að hafa verið mállaus að hann trúði ekki englinum, skrifar á spjald, Jóhannes er nafn hans, að þá fyllist hann heilugum anda, tunguhaftið losnar, hann lofar Guð hárri röddu og hann flytur boðskap sem er spámannlegur inn í þeirra aðstæður, líf Jóhannesar og það sem Jesús mun gera síðar. Lúkas virðist vera að setja upp ákveðið mynstur. Fólk fyllist heilugum anda og þá sprettur fram lofgjörð af vörum þeirra og sú lofgjörð er oft spámannleg í þeim skilningi að hún flæðir frá Guði, fjallar aðstæður þeirra og segir fyrir það sem á eftir að gera. Í Postulasögunni öðrum kafla, þegar heilugum anda er úthellt og þau fyllast heilugum anda, þá lofaði Guð háum rómi og mörg þeirra á tungumálum sem þau ekki kunnu. Fólki sem skildu þau segir: við heyrum þau tala stórmerki Guðs. Að lofsöngurinn var ekki merkingarlaus, þetta var ekki eitthvað út í loftið, þetta fjallaði hver Guð er og hvað Guð hefur gert. Tungutalið var auðvitað flestum óskiljanlegt. Flestir sem voru þarna heyrðu bara einhverjar mállausur að þeir skildu ekki neitt. Og stundum drögum við þá ályktun að þegar við horfum á kannski kaosið eða það sem þetta gæti hafa virkað eins og fyrir fólk sem horfði á. Já, þegar Guð starfar þá verður einhver svona upplausn. Eða þegar Guð starfar þá fer allt einhvern veginn úr böndunum. En það er alls ekki inntakið í sögunni. Biblían kennir okkur sannlega að Guð starfar oft umfram það sem við getum skilið. Guð starfar oft umfram það sem við höfum stjórn á. Við getum ekki stjórnað Guði. En punkturinn í sögunni hvítasunnudag er alls ekki sá að Guð sé óskiljanlegur eða Guð geri eitthvað sem er skrítið. Inntakið er þetta: fólk
sem hafði aldrei heyrt Guðs orð á sínu tungumáli, heyrði lofgjörð Guðs á sinni tungu. Inntakið í sögunni ekki, já, Guð starfar og það óskiljanlegt, nú talar Guð öll tungumál. Nú geta allir heyrt stórmerki Guðs á sínu tungumáli. Heilagur andi byggði brú á milli þjóðfélagshópa, hann byggði brú á milli gyðinga frá Jerúsalem og lærisveina Jesú sem voru frá Júdeu til fólk sem kom frá það sem í dag Íran, Írak, Ítalía, Tyrkland, Egyptaland. Þau töluðu þeirra tungumál. Fagnaðarerindið varð skiljanlegt þeim sem aldrei höfðu heyrt það á sínu tungumáli. Fyrsti kafli segir okkur hvert okkar verkefni er. Við eigum að bíða fyrirheit Föðurins. Við eigum að vænta þess að heilögum anda sé úthellt í okkar líf. Við eigum að vænta þess að Guð muni úthella anda sínum yfir okkur. Ekki svo við eigum góða upplifun, alveg eins og segl fyllist af vindi, eigum að leyfa andanum að fylla okkur og knýja okkur áfram, knýja okkur út til þess að vera vitni hver Jesús er. Að fleiri fá að sjá hver Jesús er, heyra hann og sjá á líf okkar og verkum hver Jesús var þegar hann gekk á jörðinni og hver hann í dag. Markmiðið að við séum brú. Við gerum það sem að annars fólki óskiljanlegt, skiljanlegt. Að það sem áður var bara sagt á hebreusku, það heyrirðu núna á þínu tungumáli á hátt sem þú skilur. Og það ekki bara með orðum, það líka með verki. Bókin heitir gjörðir. Bókin heitir það sem var framkvæmt, það sem var gert. Praxis. Stundum spyr maður, hvernig er þetta í praxis? Hvernig er þetta í framkvæmt? Hún er leiðbeinandi hvernig okkar gjörðir ætti að vera og kallar okkur til þess að trú okkar sé ekki bara orð, hún sé líka verk. Annar kafli sýnir okkur hvernig þessi vitnisburður getur litið út. Pétur stígur fram og það er kannski tákgrænt að í Guðspjöllunum lesum við hvernig Pétur hafði ekki þorað að játa hver Jesús var, að þeim var hræddur. Hann var hræddur við að bara vera kenndur við Jesú Krist, en þarna stígur hann fram fyrir framan mannfjölda og hann talar hátt og hann talar skýrt og hann boðar hver Jesús er. Þegar maður les ræðu Péturs, það er mjög áhugavert fyrir þá sem hafa áhuga á ræðum, predikarar eins og ég sjálfur, okkur finnst það áhugavert. Það er eina sem einkennir þessar predikum fyrst og fremst, það er að hún er mjög skýr, hún er mjög afdráttarlaus og hún talar hver Jesús er og hann bakkar ekkert með það, ekki verið engan afslátt á því. Þetta er ekkert sérstök ræða þannig séð, hún er frekar svona, hún er örugglega stutt, en hún virkar samt löng þegar maður les hana. Hann fer í svona langa biblíuumfjöllun, talar lengi sögu gyðinga og hún er langdregin þó hún sé mjög stutt, en hún er þrungin heilugum anda. Hún var borin fram af manni sem hafði brennandi nærveru Guðs innra með sér og hún hafði yfirnáttúruleg áhrif. Ekki því að Pétur var góður ræðumaður, heldur að því að heilagur andi var að knýja hann. Heilagur andi var að fylla hann. Og við lesum áhrifin af ræðinni, menn voru sem stungnir í hjörtun og þeir spurðu, hvað eigum við að gera? Hvernig eigum við að bregðast því? Þeir voru svo sannfærðir af því sem hann sagði, ekki af því að ræðan var flott, heldur að því að hann var íklæddur krafti. Hann var íklæddur nærveru Föðurins. Heilagur andi sannfærði fólk og við myndum öll segja að það hafi brotist út vakning. Yfir 3000 manns tóku trú þennan dag. Fólk fór að selja eigur sínar, fólk fór að skipta lífstíl og það var margfalt meiri áhrif og ávöxtur en nokkuð maður hefði þorað að búast við. Og svo endar annar kafli á að sýna okkur hvað fæddist. Það fæddist ekki fram bara einhver geðshræring, það fæddist ekki fram bara eitthvað hæp eða eitthvað spenna. Við lesum að það varð til samfélag. Að það sem heilagur andi kemur, að það verður til kærleikur, það verður til tenging og þau komu daglega saman í helgidóminum. Þau höfðu allt sameiginlegt, þau hittust í heimahúsum, þau brutu brauð og það segir þau stunduðu uppfræðslu postulanna, samfélagið, brotningu brauðsins og bænirnar. Og drottinn bætti daglega í hópinn þeim sem frelsast létu. Ég held að það sé alveg góð ábending að tala að postulasagan er kannski frekar sagan gjörðir heilags anda. Vegna þess að það sem apóstolarnir gerðu, það gerður ekki eigin mætti.
og þeirra verk geta aldrei útskýrt áhrifin. Og það er hvatning til okkar að við leggjum áherslu á það að við séum leidd af heilugum anda og við vitum hvað heilagur andi getur gert mikið með það litla sem við höfum fram að færa. Og við skulum kannski hafa það í huga þegar við höldum áfram að lesa.